Armeníu næsta miðvikudag hefur verið frestað vegna smita hjá Armenum. Mögulegt að leiknum verði svo aflýst. Komist Ísland á EM verður riðlakeppni 21 árs mótsins í mars í Ungverjalandi og Slóveníu. Og kvennalandsliðið í körfubolta spilar við sterkt lið Slóveníu undankeppni EM á morgun. Leikurinn spilaður í Heraklion á grísku eyjunni Krít. Íslenska liðið hefur æft síðustu 2 daga á Grikklandi og reynt að koma sér í gang eftir æfingabann á Íslandi. Ísland spilar við Slóvena klukkan 3 á morgun og svo við Búlgari á laugardag líka klukkan 3. Báðir leikir verða sýndir beint á RÚV. KKÍ mótmælti því harðlega að spilað yrði í miðjum heimsfaraldri, enda hefur það komið á daginn að leikmenn í liðum Slóveníu og Búlgaríu hafa greinst smitaðir af kórónuveirunni síðustu daga. Við erum samt bara komin í þann gír núna að einblína á leikina og reyna að blokka þetta COVID-dæmi og reyna að spila eins vel og við getum. Leikur Íslands og Slóveníu í körfunni verður sýndur hér á RÚV klukkan 3 á morgun, en við verðum með frekari tíðindi af íþróttum í 10 fréttum. Verið sæl. Bjóðu Spapa velkomin, saltvatnspottur, ekkert klór eða bróm og súpa-dúpa sæti. Súpa-dúpa, la-la-la-la-la. Hefurðu smakkað haustjógúrt með íslenskum aðalbláberjum? Arna, fyrst og fremst laktósafrí. Biðin á enda. Rafbíll sem veldur straumhvörfum. Porsche Taycan. Porsche hjá bílabúð Benna. Komið sæl. Við byrjum hér á að skoða gervitunglmynd af Íslandi og nærliggjandi svæðum núna frá rétt fyrir klukkan 2 í dag. Sjáum við að það óstöðugt loft hér suður og vestur af landinu. Það búið að vera einhver éljagangur út í slydduél og síðustu nótt fór þessi lægð hér sem við sjáum fyrir norðan framhjá það straukst hér upp norður eftir austurströndinni og það hvessti í stuttan tíma en þó alveg upp í 25 metra á sekúndu á norðausturhorninu. Það var nokkur rigning á suðaustur og austurlandi sömuleiðis en sú lægð hefur nú yfirgefið okkur og sjáum hér næstu lægð sem bíður í röðinni og á leiðinni hér til okkar næsta sólarhringinn. Ef við skoðum hér hvernig hún mun hafa áhrif á okkur, þá hún að færast hér nær, skilin koma inn í nótt og síðan ferðast lægðin hér til norðausturs og þessi skil fara yfir allt landið á morgun. Á föstudaginn þá sjáum við að lægðin komin hér austur á okkur og þá snúast yfir í norðlæga átt. Með þessari lægð á morgun þá hlýr geiri, það hlýnar aðeins á morgun, þetta engar stórkostlegar breytingar en þó aðeins að hlýna. Síðan þegar lægðin fer hér til austurs og snýr yfir í norðlæga átt á föstudaginn þá að kólna aftur og svo núna helgina má búast við að það verði hitastig frostmark allvíða. En ef við skoðum hér á úrkomu og vindakortinu þá sjáum við hér að í nótt þá koma skilin hér inn á sunnanvert landið með rigningu, jafnvel slyddu og bætir í vindinn. Það allra syðst sem má búast við að það verði upp í stormstyrk og hviður öflugar. Í fyrramálið þá sjáum við þetta komið í hvassviðri hér með suðurströndinni og þurrt fyrir norðan, frekar hægur vindur framan af og síðan þegar við sjáum seinnipartinn eða klukkan 3 að þá komin gul viðvörun, allra syðst, hún gildir frá klukkan 11 til 5 á morgun og á eingöngu við undir Eyjafjöllum en þar útlit fyrir að verði stormstyrkur í austanáttinni, hviðurnar geta verið hættulegar upp í jafnvel 35 metra á sekúndu, þannig að gera að fara varlega ef fólk á leið þar hjá. Við sjáum hér einnig að það komin úrkoma allvíða sunnanvert landið en þurrt fyrir norðan og frekar hægur vindur en eins og sagði þá þessi skil að fara til norðurs og hér sjáum við hvernig úrkomubeltið færist hér til norðurs alveg austanvert landið og í rauninni flest alla staði fyrir norðan. Og síðan hér á föstudaginn þá sjáum komin norðlæg átt, úrkoma hér suðaustan og austanlands, að rigning eða slydda þar en aðalega rigning þó en hér norðvestan til að þá það slydduél eða skúrir
og suðvestandil þá nú alveg útlit fyrir að það muni létta eitthvað til en við sjáum hér að vindurinn ekkit rosalega mikið